Eiður Sigurðsson Kvaran, Kynspilling og varnir gegn henni. Sérprentun úr íslenskri endurreisn, Reykjavík 1933, Félagsprentsmiðjan. Hnignun og endalok hinna fornu menningarþjóða og orsakir þeirra. Þegar við kynnum oss sögu hinna fornu menningarþjóða, til dæmis Indverja, Persa, Grikkja eða Rómverja, þá tökum við brátt eftir einu sem þeim öllum hefur verið sameiginlegt. Þær hafa allar liðið undir lok. Allar hafa þær átt sitt blómaskeið, en fyrr eða síðar hefur hnignunin undanfari endalokana gert vart við sig hjá þeim. Þróttur þeirra hefur þorrið og þær hafa orðið að lúta í lægra haldi fyrir nýjum og þróttmeiri þjóðum og að lokum hafa þær horfið burt af sjónarsviði mannkynssögunnar, oftast ásamt þeirri menningu þær höfðu skapað. Þær hafa risið og hnýið líkt og öldur úthafsins. Sagnfræðingar hafa bæði fyrr og síðar brotið heilann það hverjar mundu vera orsakirnar til hnignunar og endurloka hinna fornu menningarþjóða. Áður fyrr voru flestir þeirra skoðunar að hér væri náttúrulögmál að ræða og samkvæmt því var líf þjóðanna háð sömu lögmálum og líf einstaklingsins. Beggja biði hnignun og loks dauðinn. Endalok hinna fornu menningarþjóða hefði því verið óumflýjanleg örlög. Nú á dögum munu þeir vera teljandi meðal vísindamanna treystast til að halda þessari skoðun fram til streitu. Náttúrufræðin fyrir löngu búin að færa mönnum heim sanninn það að líf kynsins engum slíkum takmörkunum háð sem líf einstaklingsins. Líf einstaklinga og kynslóða eru takmörk sett. Þær falla í valin hver af annari, en kynið sjálft síungt og ódauðlegt. Hins vegar getur óáran gripið kynið eigi síður en fólkið sem af því sprettur. Kynið getur spilst og geta legið til þess margar orsakir og nái kynspillingin að grípa um sig, þá lífi og menning þjóðanna hin mesta hætta búin. Hér erum við komin að höfuðástæðunni fyrir hnignun og endalokum hinna fornu menningarþjóða. Kyn þeirra spiltist, kynbestu menn þeirra, þeir sem báru uppi menninguna, juku ekki kyn sitt nægilega og dóu út. Sífaldar styrjaldir drápu niður mannvænlegustu sýni þjóðanna. Arftakar þeirra urðu þeir sem verð voru getnir bæði til sálar og líkama og ekki reyndust þess megnir að halda uppi menningu fyrirrennara sinna. Ég skal benda á nokkur dæmi þessu til sönnunar. Kynspilling á dögum forngrikkja og Rómverja. Gríski sagnaritarinn Polybios, sem lifði á annarri öld fyrir Kristburð, skýrir frá því á einum stað í ritum sínum að á hans dögum hafi mannfæð verið svo mikil í Hellas að bæirnir hafi tæmst og landið lagst í órækt, og enda þótt þjóðin hafi hvorki átt við stríð né drepsóttir að búa, Orsakinn til þess telur hann vera hroka fólksins og leti. Það hafi ekki viljað giftast og ef það hafi gifst, þá hafi það eignast aðeins fá börn. Það má benda á annað dæmi, ljóslega sýnir hver skortur á duglegum mönnum hefur verið orðinn algengur víða í Hellas þegar á 4. öld fyrir Kristburð. Í Persastríðunum sem geisuðu 500 fyrir Krist sendi Sparta 8000 vopnfæra menn til vígvallana, en í orustunni við Leuctra árið 371 fyrir Krist aðeins 1500 vopnfæra menn og árið 244 aðeins 700. Árið 479 fyrir Krist í orustunni við Platá sendir allur Peloponnesskaginn 74.000 hermenn til orustu, en 300 árum síðar aðeins 30 til 40.000 hermenn
og árið 120 eftir Krist gat hann ekki sent nema 3000 vopnværa menn til vígvallana. Samanber Geschichte des Unterganges der antiken Welt. Samskonar fyrirbrigðum kennumst vér úr sögu Rómverja. Siðleysi og skemmtanafýsn gripu æ meir sig. Fyrst byrjuðu efnaðri stéttirnar að takmarka barnafjölda sinn. Síðan fátækara fólkið. Í náttúrusögu sinni getur Plinius háættaðan Rómverja uppi var á dögum Grakkana og látið hafði eftir sig 6 börn og 11 barnabörn. Plinius getur þess sem alveg einstaks fyrirbrigðis á þeim dögum. Bændastéttin sem verið hafði ein af máttarstoðum rómverska lýðveldisins hvarf smám saman úr sögunni, einkum eftir að byrjað var að flytja korn í stórum stíl frá nýlöndunum til heimalandsins. Jafnframt þessu spilltist kynstofninn stórlega vegna kynblöndunar við þræla og annan ruslaralið. Afleiðingin af þessu öllu varð sú að afburðamennirnir urðu æ sjaldgæfari, ætterni þjóðarinnar hrakaði og menningunni hnignaði. Hið mikla takmark Rómverja, yfirráðin yfir öllum heiminum, var í rauninni orðin alveg tilgangslaust. Hið mikla takmark Þjóðverja, yfirráðin yfir öllum heiminum, var í rauninni orðið alveg tilgangslaust. A. Thomsen bendir réttilega á þetta í bók sinni Der Volker Vergehen und Werden, Leipzig 1925, þar sem hann segir: og fyrir hverju hafa hinni stoltu Rómverjar úthellt blóði sínu og lagt undir sig næstum allan heiminn, að svo miklu leyti sem hann var mönnum þá kunnur. Ekki fyrir sína eigin þjóð, hann og létu þeir deyja út, heldur fyrir erlent aðkomufólk og afkomendur þræla sinna. Hæðilegur pólitískur stórkarleikur. Ending tilvitnunar. Það gilti því einu þótt menning hinna fornu Grikkja og Rómverja væri glæsileg að ytri ásýndum. Hún var þrátt fyrir allt byggð á sandi. Endalok hennar var óhjákvæmileg af því að þess hafði ekki verið gætt að menningarberanir ykju kyn sitt nægilega. Kynspilling vorra tíma. Því hefur verið haldið fram með algjöldum rökum að við menningarþjóðir nútímans vofðu sömu örlögin og yfir Grikkjum og Rómverjum forðum. Menning vor væri gjaldþrota orðin. Endalok hins vestræna heims eftir Spengler voru í aðsí. Í þessu mun fólkin sorglega mikill sannleikur, og ef við gröfumst fyrir orsakirnar til hnignunar menningarvorar, þá komumst við brátt að raunum að þær eru flestar hinnar sömu á dögum Grikkja og Rómverja. Kynbestu mennirnir sem borið hafa menningu voru uppi, auka eigi svo ört kynsitt sem þeir eru ættaðir, svo að ekki annað fyrirsjáanlegt en að kostarýru ættirnar munu á næstu áratugum útrýma góðu ættunum. Silfurkerinn sökkva í sjó en soðbollarnir fljóta. Barnkoman fer minnkandi í flestum menningarlöndum heimsins. Og eitthvert augljósasta dæmið vaxandi kynspillingu voru á tíma hve mjög hefur dregið úr barnkomunni á undanförnum áratugum, einkum meðal æðri stéttanna í nær öllum löndum hins vestræna heims. Árið 1874 fæddist til dæmis af hverja 1000 íbúa í Þýskalandi 40,1 börn. 40 börn, en árið 1924 eða 50 árum síðar aðeins rúmur helmingur þess barnafjölda, eða 20,5. Síðan hefur barnkoman í Þýskalandi minnkað enn að mun. Til dæmis nam hún árið 1932 aðeins 15,1 af hverju 1000 íbúa. Líkt ástandið í flestum öðrum löndum Evrópu, einkum meðal hins norræna kynstofns. Fer barnkoman yfirleitt minnkandi eftir því sem vestar og norðar dregur í álfunni, og stendur hún því í öfugu hlutfalli við hlutfall hins norræna kynstofns í íbúafjölda álfunnar. Árið 1927 var barnkoman
Barnkomutalan á hverja 1000 íbúa í hinum ýmsu löndum í Evrópu sem hér segir. Í Svíþjóð 16,1, Englandi 16,7, Sviss 17,4, Frakklandi 18,2, Þýskalandi 18,3, Noregi 18,8, Danmörku 19,8, Hollandi 23,1, Tékkóslóvakíu 23,2, Ungverjalandi 25,2, Ítalíu 27,6, Spáni 28,6 og Rúmeníu 35,2, Rússlandi 44,2. Barnkoman því minni sem ættarnið betra. En nú það vissulega ekki aðalatriði hversu margir afkomendur þjóðarinnar verða. Hitt mikilvægara hví líkir þeir verða. Og nú hafa rannsóknir leitt það ótvírætt í ljós að mannfjölgunin verður því minni sem ofar dregur í þjóðfélagsstiganum og ættarnið betra. Hjá flestum menningarþjóðum nútímans auka æðstu stéttirnar sem að öðru jöfnu skara fram úr öðrum stéttum þjóðfélagsins bæði að andlegu og líkamlegu atgervi kynsitt aðeins 50% eða jafnvel varla það. Með öðrum orðum, hver kynslóð þeirra skilar einungis helmingi þess sem í henni bjó til næstu kynslóðar. Þeir erfa lífið sem neðarstanda í þjóðfélagsstiganum og sem að öðru jöfnu eru verið ættaðir. Þetta stefnir í öfuga átt. Kynslóðin spillist, hverjar afleiðingar þetta getur haft fyrir þjóðirnar getur menn séð af eftirfarandi dæmi. Setjum svo að á fyrri hluta 17. aldar, það 30 ára stríði geisaði á meginlandi álfunnar, hafi búið jafnmargir svertingar sem hvítir menn í Evrópu og segjum að svertingarnir hefðu gifst að jafnaði 25 ára aldri og eignast 4 börn. Hvítu mennirnir hefðu ekki gifst fyrir en þeir voru 33 ára að aldri og eignast 3 börn. Hvernig halda menn að væri þá umhvors núna í Evrópu 300 árum síðar? Á hverja 1000 íbúa myndu koma 991 svertingar og aðeins 9 hvítir menn. Með öðrum orðum þessi litli mismunur á giftingaraldur og bjarnflóta, 3 börn í stað 4, getur á 300 árum gerbreytt heilli þjóð. Í Suður-Afríku, þar sem svertingar og hvítir menn búa hverjir innan aðra, mismunurinn á barnafjölda þeirra í raun og veru ennþá meiri. Samkvæmt manntaldi 1921 fæddust 25,7 börn á hverja 1000 hvíta menn eða 50,6 eða nálægt helmingi fleiri börn á hverja 1000 svertingar. Svertingar eru því á góðum vegi með því að útrýma hvítum mönnum í Suður-Afríku með öllum. Kynspilling í Þýskalandi. Það mun ekki ómælt að í engu landi álfu vorrar hafi orðið jafnmikil brögð að kynspellum á undanförnum áratugum eins og í Þýskalandi. Liggja til þess ýmsar orsakir og skal hér aðeins greint frá þeim helstu. Á síðastliðinni öld óx mannfjöldi stórkostlega í öllum ríkjum Evrópu. Í Þýskalandi nam íbúatalan í byrjun 19. aldar 30 milljónir. En í byrjun 20. aldar 60 milljónir. Þessi mikla mannfjölgun var fyrst og fremst ávöxtur þeirra stórkostlegu breytinga urðu á atvinnuháttum Evrópubúa þetta leyti. Hin öra þróun stóriðnaðarins hafði alls staðar aukna mannfjölgun í för með sér. Enn fremur dró mjög úr manndauða í álfunni, einkum eftir að mönnum höfðu hugkvæmst ráð til að verjast skæðustu farsóttum, bólusetningu og fleira. Seint á 19. öld var mannfjöldinn orðinn svo mikill víðast í Evrópu að löndin gátu ekki lengur veitt fólkinu næg lífsskilyrði. Tekur þá að draga til muna úr mannfjölgunni hvarvetna í álfunni. Árið 1874 fæddust á hverja 1000 íbúa í Þýskalandi rúmlega 40 lifandi börn. En upp frá því tekur barnkoman þar í landi stöðugt að hnigna. Næsta aldarfjórðung þar á eftir var hnignunin hægfara, en strax eftir aldamótin 1900 verður hún ör og hraðfara. Á ófriðarárunum 1914 til 1918 nær barnkoman lágmarki. Lágmarki sínu, enda var hún þá helmingi lægri en næstu ára undan.
Á tímabilinu 1874 til 1924, með 10 ára millibili, var barnkoman sem hér segir. 1874 40,1, 1884 37,2, 1894 35,9, 1904 34, 1914 26,6, 1924 20,5. Á síðustu ári hefur hún fallið enn að mun. Þannig nam hún árin 1923 21, 1924 20,5, 1925 20,7, 1926 9,5, 1927 8,3, 1928 8,6, 1932 15,1. Nú reyndar þess að geta að jafnframt því sem barnkoman hefur hnignað, hefur dregið stórkostlega úr manndauða í Þýskalandi. Annars hefði bráðlega rekið að því að fæðingar hefðu ekki nægt til þess að fylla í þau skor sem dauðinn hefði höggvið í þýsku þjóðina á undanförnum áratugum. Barnkomutalan árið 1910 vóg rétt upp á móti manndauðatölunni árið 1871. Hve stórtækur dauðinn hefur verið áður fyrr í Þýskalandi geta menn séð af því að árið 1883 og næstu ára undan var manndauðatalan þar í landi hærri heldur en á mannskæðustu árum heimsstyrjaldarinnar. Árið 1982 fæddust umfram dána 4,3% eða 281.000 börn. Nokkrum áratugum áður fæddust 1 milljón barna fram yfir dána og enda þótt manndauði væri þó langtum meiri. Sýnir þetta ljóslega hve frjósemi þjóðarinnar hefur hnignað mikið á undanförnum áratugum. En gífurlegri hnignun barnkomunnar í stórborgum Þýskalands. Í flestum þeirra vegur barnkoman ekki upp á móti manndauðanum. Berlín til dæmis á þann hæpna heiður verið ófrjósemi borg heimsins. Árið 1927 koma hverja 500 íbúa 8,7 dauðsföll en aðeins 3,8 fæðingar. Þetta er því ískyggilegra sem mikil ástæða til að ætla að Berlínarbúi standi yfirleitt framar meðal þýsku þjóðarinnar bæði andlegu og líkamlegu atgervi. Ef mannfjölgunin í Þýskalandi tekur í framtíðinni sömu stefnu sem hún hingað til hefur gert, það mun samkvæmt útreikningum Hagstofu Þýska ríkisins mannfjöldinn þar í landi verða eins og önnur mynd sýnir á næstu áratugum. Hún fer sem sagt niður í 46 milljónir og 60 milljónir. Og ef enn skyldi verða áframhald sömu þróunar, þá mun árið 2050 þýska þjóðin verða aðeins 25 milljónir eða álíka stór í byrjun 19. aldar. Mjög ískyggileg ennfremur hin mikla röskun sem orðið hefur á stærðarhlutfalli milli hinna einstöku aldursflokka þjóðarinnar. Samkvæmt áætlunum Hagstofu Þýska ríkisins mun þessi röskun verða enn meiri í framtíðinni, ef mannfjölgunin tekur ekki aðra stefnu en hún hingað til hefur gert. Eftirfarandi yfirlit sýna þetta glögglega: 1910 65 ára eldri 2,8 milljónir, 1930 4,1 milljónir, 1975 6 milljónir, 1975 2,2 milljónir, 2000 7,8 milljónir. Í aldursflokkum 15 til 65 ára 35,4 milljónir, 1930 45,2 milljónir, 1945 47,3 milljónir, 1975 40,8 milljónir, 2000 31,4 milljónir. 0 til 15 ára 1910 19,6 milljónir, 1930 15 milljónir, 1945 14,4 milljónir, 1925 10,1 milljónir, 2000 7,6 milljónir. Af þessu yfirliti sést að tala barna á aldrinum 0 til 5 ára sem framtíð hverjar þjóðar grundvallast vitanlega á hefur farið og mun fara sílækkandi. Hins vegar hefur fólki 65 ára eða eldra sem að jafnaði ekki lengur starfsætt farið fjölgandi og munu að líkinu verða enn meiri brögð að því í framtíðinni. Hér að ofan hefur rætt barnkomu í Þýskalandi aðeins með tilliti til fjöldans frá kvantatífu sjónarmiði, það er að segja. Það vitanlega mjög þýðingarmikið atriði því að af frjósemi þjóðarinnar má jafnan ráða talsvert lífsþrótt þeirra. En langt þýðingarmeira þó vitneskjan það hví líkir afkomendur þjóðarinnar verða. Kvalatíft sjónarmið heldur hversu margir þeir verða. Heimurinn þarfnast ekki fleira fólks heldur betra fólks.
Heill og hamingja hverrar þjóðar fyrst og fremst undir því komin að hún sé af góðu bergi brotin. Ætternið, hvort sem það illt eða gott, grundvöllurinn sem allt líf, jafnt einstaklinga sem heillar þjóðar byggist á. Og ef vér nú athugum bannkomuna í Þýskalandi með tilliti til ætternisins, þá komumst við brátt að raunum að hún mest hjá þeim sem verst eru ættaðir en minnst hjá hinum sem best eru ættaðir. Glæpamenn eignast til dæmis 4,9 börn en til jafnaðar. Hraust hjón og millistétt 2,2 börn, hjón úr stétt menntamanna aðeins 1,9 börn. Geðveiku fólki fábjánum og öðrum andlega og líkamlegum aumingum fjölgar tiltölulega langt meira heldur en fólki sem heilbrigt til sálar og líkama. Hér auðsannlega hreinn voði á ferðinni fyrir þýsku þjóðina. Góðættirnar þar í landi tíngast ekki örar en þær hafa gert hingað til og mun samkvæmt útreikningum Hagstofu þýska ríkisins þýska þjóðin eftir 50 ár verða aðeins rúma 50 milljónir að tölu og af þessum 50 milljónum munu 20 milljónir verða andlegir aumingjar sem tæplega verða færir að ná venjulegri barnaskólamenntun. Svo geigvænlegar geta afleiðingar kynspillingarinnar orðið ef ekki öndvið reist í tíma. Það því engin tilviljun að þýska stjórnin hefur nýlega gert margar og miklar ástæðan til viðreisnar ætterni þýsku þjóðarinnar mun verða getið þær síðar. Því oft haldið fram af lítt hugsandi mönnum að það séu ekki nema hervaldssinnar sem æski meiri og betri barkomi til þess að hafa sem flestum mönnum á að skipa til ófriðar komi. En hver heilvita maður sem athugar ástandið til dæmis í Þýskalandi og mörgum öðrum löndum Evrópu hlýtur að sjá að slíkt ekki nema fávist hjal út í loftið. Hér það að ræða hvort til dæmis þýska þjóðin á framvegis að vera til sem þýðingarmikil menningarþjóð eða ekki. Ófrjósemi og ætterni. Sumir hafa getið þess til að það væri ef til vill einhver eðlisnauðsyn að betri mennirnir væru ófrjósamari en hinn. En rannsóknir hafa leitt í ljós að svo mun ekki vera. Aðstöðurnar til þess að þeir eignast færri börn en þeir sem verr eru ættaðir að jafnaði þær að þeir giftast seinna og takmarka barnfjöldan oft á ásettu ráði. Þá til þess að koma í veg fyrir barneignir preservativ hafa náð mikilli útbreiðslu á undanförnum áratugum en þar þau hafa nær eingöngu útbreiðst meðal hinna kynbetri manna hafa þau yfirleitt haft ill áhrif á kynstofninn. Meðal hinna verr ættuðu hafa þau yfirleitt náð mjög lítilli útbreiðslu og hafa þeir því lagt stærri skerf til mannfjölgunar en góðu hófi hefur gegnt. Kynspilling af völdum berklaveiki og kynssjúkdóma. Á síðustu áratugum hafa þjóðarsjúkdómar svo sem berklaveiki og kynssjúkdómar farið mjög í vöxt meðal allra menningarþjóða. Hafa þeir haft mjög kynspillandi afleiðingar í för með sér. Áður fyrr dóu flestir drottnum sínum sem veiktust af þessum sjúkdómum. Náttúran sjálf útreymdi þeim til mikils góðs fyrir kynstofninn. Nú halda mannúð og læknislist slíkum mönnum við eftir mætti og stuðla þannig að því að sjúkdómsneiðir þeirra dispositio, ekki sjúkdómarnir sjálfur, ganga að erfðum til eftirkomendana. Kynspilling af völdum ófriðar. Þá má ekki gleyma að minnast á þá kynspillingu sem orðið hefur óbeinlínis af völdum ófriðar. Eins og kunnugt eru það jafnan mannvænlegustu mennirnir á besta skeiði lífsins sem sendir eru til vígvallana og láta þar lífið. Þeim hlíft sem veiklaðir eru og vanburða. Og þegar mannvænlegustu synir þjóðarinnar falla í valinn, þá veitist þeim sem heima sitja betri aðstaða til þess að kóngast og auka kyn sitt.
kontraselektion. Það er talið að í heimsstyrjöldinni hafi fallið 10 milljónir manna, af hálfu Þjóðverja 1,9 milljón, af hálfu Frakka 1,3. Miðað við 1,36. Miðað við fólksfjölda í báðum löndum hefur mannfallið verið enn gífurlegra í liði Frakka. Samt hafa ófriður undangegningina alda, til dæmis Napóleónsstyrjaldarinnar í byrjun 19. aldar, veitt Frökkum enn meiri svöðusál en ófriðurinn mikli. Er talið að þær hafi kostað frönsku þjóðina 1,7 milljón mannslíf, enda hafa Frakkar ekki beðið þess bætur enn þann dag í dag. Áhrifum verksmiðju iðnaðarins á kynstofninn á síðastliðinni öld urðu, eins og kunnugt er, gagngerðar breytingar á atvinnuháttum manna bæði í Evrópu og víðast annars staðar í heiminum. Flestar áttu þessar breytingar rót sína að rekja til einnar og sömu orsakar, aukinnar tækni. Með uppfindingu nýrra véla rann upp öld verksmiðju iðnaðarins sem gerbreytti lífsskilyrðum heilla þjóða og einstaklinga. Fram til þessa hafði allur iðnaður verið rekinn af handiðnaðarmönnum, vélar höfðu lítið sem ekkert verið notaðar. Handiðnaðurinn krafðist ekki aðeins talsverðar kunnáttu og glöggskygni þeirra við hann fengust, heldur einnig listfengra hæfileika og skapandi kraftar. Til hans völdust því yfirleitt dugandi menn stóðu framarlega bæði að gáfum og manngildi. Öðru máli gegndi verksmiðjunnan nú hóf göngu sína með þjóðunum. Verksmiðjuvinnan krafðist yfirleitt engra sérstakra hæfileika eða verulegs dugnaðar af þeim við hana fengust. Jafnvel andlegir og líkamlegir aumingjar voru færir að leysa hana af hendi. Þetta hefði þá afleiðingu í för með sér að heilir herskarar slíks mannfélagsúrþvættis, flækingarræflar sem ekki höfðu getað séð fyrir sér á annan hátt, og annar úrgangslýður flyktu til verksmiðjarnar. Vélaiðnaðurinn skapaði ný lífsskilyrði handa þessum mönnum og veitti þeim þannig aðstöðu til þess að auka kyn sitt. Menn geta ímyndað sér að þjóðfélaginu hafi ekki verið sérlega mikill fengur í afkvæmum þessa gruggliðs þjóðanna. Þeim hefur vitanlega kippt í kynið til foreldranna, því að sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. Flestir þessara manna og kvenna voru bæði andlega og líkamlegir öreigar. Það er því engin furða þótt þeir yrðu það einnig jafnalegu tilliti. Mikill hluti þeirra lenti fyrir það síðar í fátækrastöðum, sjúkrahúsum og letigörnum. Það liggur í augum uppi að handverksmönnum var ekki kleift að keppa við verksmiðjuiðnaðinn sem var bæði hlutvirkari og ódýrari. Þetta sýndi sig líka mjög fljótlega. Verksmiðjuiðnaðurinn útrýmdi brátt algjörlega sumum greinum handiðnaðarins. Til dæmis handvefnaði. Hann var þannig til þess að kippa alveg fótunum undan handiðnaðarstéttinni, sem eins og tekið hefur verið fram yfirleitt var skipuð duglegum hæfileika mönnum. Fæstir þeirra áttu annars úrkosta en að hverfa inn í öreigalíf verksmiðjana. Þeir sem ekki gátu sagt sig við múmennsku þá fylgir verksmiðjuvinnunni fóru með öllu fórgörnum. En syndapokki verksmiðjunarins hvergi nærri tæmdur þótt þetta sé talið. Verksmiðjurnar sem þutu upp eins og gorkúlur drógu til sín fjöldan allan af kjarnagóðu sveitafólki. Styttri vinnutími, harrakaup, fjölbreyttara líf, ginti og lokaði. Fólkinu fækkaði í sveitunum, en fjölgaði í bæjum og verksmiðjuþorpum. Hér blandaði það blóði við ruslaralíf. Hér blandaði það blóði við
Hér blandaði það blóði við ruslarlið verksmiðjana. Verklavekki, ofdrykkja, kynsjúkdómar og annað volaði ásótti það og spillti heilsu þess og siðferði. Afleiðing þessarar þróunar hefur orðið sú að bændastofn þjóðanna sem víðast hvar kærbæsti hluti þjóðanna og búin ágætum kynfylgjum bæði til sálar og líkama að smá hverfa úr sögunni líkt og á hnignunartími Rómverja sjá hér á undan. Á dögum Rómverja var orsök þessa fyrirbæris vaxandi korninnflutningur frá nýlöndunum sem kippti fótunum undan landbúnaðinum heima fyrir. Á vorum dögum heitir orsökin ofvöxtur verksmiðjuiðnaðarins. Landbúnaðurinn í iðnaðarlöndum getur ekki keppt við iðnað sem fær að þóta upp á nokkurra takmarkana. Við sjáum að því sem hefur verið að takmarkalaus verksmiðjuiðnaður stórhættulegur kynstofni og heilbrigði þjóðanna. Hann hefur gerbreytt þjóðarlíkamanum í iðnaðarlöndunum. Hann hefur útrýmt kynbetri mönnum þjóðfélagsins en fjölgað úrþvætti þess fram úr hófi. Takmarkalaus verksmiðjuiðnaður Hann hefur útrýmt kynbetri mönnum þjóðfélagsins en fjölgað úrþvætti þess fram úr hófi. Takmarkalaus verksmiðjuiðnaður niðir þjóðirnar og sjást þess glögg merki með þjóðum þeim þar sem hann hefur komist á hæst stig eins og til dæmis í Englandi. Fyrir allmörgum árum gáfu enskir herlæknar út skýrslu rannsóknir þeir höfðu gert á hálfri 3 milljón ungra englendinga víðsvegar að úr landinu. Samkvæmt skýrslum þessum dugði aðeins 36 af 100 til herþjónustu. Yfir 10 af 100 voru slíkir afturúrkreistingar að þeir voru til alls óhæfir bæði til herþjónustu og annarra vinnu. Þeir eru því að lifa á sveita annarra. Á svona hátt stig úrkynjun komin við einni helstu menningarþjóð heimsins. Vafalaust má telja að verksmiðjuiðnaðurinn í Englandi hefur átt mjög verulegan þátt í þessari þróun. Mennirnir eru ekki skapaðir jafnir. Ósjaldan þeirri skoðun haldið á lofti að það séu aðeins hin ytri kjör, uppeldi, menntun, efnaleg afkoma og fleira sem mörkuðu mönnum rúm í þjóðfélaginu. Milieu theory. Mennirnir voru allir skapaðir jafnir. Ytri aðstæður mótuðu þá á líkan hátt eins og listamaðurinn mótar listaverk sín í leir eða marmara. Einna ósleitilegast hefur þessari kenningu verið haldið fram að fylgismönnum marxismans. Hún sem kunnugt ein af undirstöðunum í lífsskoðun þeirra. Ef þessi skoðun væri rétt, þá væri vitanlega endileysa ein að tala kynbetri menn og kynverri. Það skiptir þá auðvitað heldur engu máli hverjir ykju mest kyn sitt, en það aðeins einn galli á þessari kenningu. Hún á ekki nokkra stöð í veruleikanum. Hún fyrra, meira að segja hættuleg fyrra. Það sést best af því að hæfileikamaðurinn finnur sigur í lífinu þrátt fyrir erfið lífskjör og ónýtingurinn kemst ekki áfram í lífinu enda þótt lífskjör hans séu í alla staði hin ákjósanlegustu. Af þeirri einföldu ástæðu hans skortir meðfædda hæfileika til þess. Það að vísu rétt að ytri kjör manna verða því lélegri sem neðardregur í mannfélaginu. En ástæðan til þess einmitt svo að þeir sem þar eiga heima eru verr gerðir heldur en hinir sem komist hafa hærra í mannfélaginu. Það ekki hinn ytri hagur manna sem ræður úrslitum það, hvort einstaklingur verður að manni eða ekki, heldur fyrst og fremst upplag hans. Ætternið. Ætternið eins og fyrr hefur verið tekið fram grundvöllurinn sem allt líf, jafnt einstaklinga sem heilla þjóða byggist á. Erfðaupplagið skapar mismunandi manngildi, dugandi menn eða ónýtjunga og þeir velja hag og umgengni eftir því. Að ætla sér að gera duglegum manni
að ætla sér að gera duglega mann úr manni sem ekki hefur hæfileika til þess að verða það er nákvæmlega jafnmikill ógerningur eins og að ætla sér að gera beittan hníf úr blýi. Öfgar kvenfrelsis og kynspillingar. Öfgar kvenfrelsisins og kynspilling. Áður en skilið er við að ræða orsakirnar til kynspillingar voru á tíma, verður að minnast á nokkrum orðum á þau áhrif sem kvenfrelsis eða kvenréttinda hreyfingin, réttarlega sagt öfgar hennar, hafa óbeinlínis haft í för með sér fyrir kynstofnin. Það er kunnara en frá þurfa að segja að undanförnum áratugum hefur kvenfólkið lagt mesta kapp á að afla sér í hvívetna jafnréttis við karlmennina. Það hefur lagt undir sig atvinnugreinar þeirra, hverja á fætur annarri. Það hefur þyrpt í skólana, jafnt æðri sem lægri, og gert tilkall til flestra þeirra embætta er karlmenn gegndu áður einir, svo sem læknis, lögfræðings eða jafnvel prestsembætta. Alstaðar hefur kvenfólkið leitast við að verða í karlmönnunum sem óháðast. Þetta getur út af fyrir sig verið gott og blessað. En þegar við athugum að meiri hluti þeirra kvenna sem gerst hefur karlmönnum óháður giftist ekki eða ef þeir giftast mega þá yfirleitt ekki vera að atvinnu sína vegna að eignast börn, þá er hér bersýnilega mikla hættu fyrir þjóðfélagið að ræða, og það er því tilfinnanlegra að þær stúlkur sem leggja fyrir sig atvinnu skulu yfirleitt ekki auka kyn sitt, sem þær eru jafnvel betur gefnar bæði andlega og líkamlega, þróttmeiri og framsæknari en flest kvenfólk annað, og hefðu þar af leiðandi meiri skilyrði til þess að eignast duglega og velgefna afkomendur. Hér skulu nefnt nokkur dæmi, er varpa björtu ljósi yfir það sem nú hefur verið sagt. Á árunum 1908 til 1912 stunduðu alls 1242 stúlkur nám við Háskólann í Berlín. Árið 1917 var leitað upplýsinga hve margar af stúlkum þessum hefðu gifst. Árangur þeirra rannsókna var sá að af 1078 stúlkum er vitneskja náðust voru 68% enn ógiftar. Aðeins 32% höfðu gifst og áttu til jafnaðar 1,8 börn. Mjög nákvæmar skýrslur eru til giftingar og barneignir kvenna er stundað hafa nám í háskóla í Bandaríkjum Ameríku. Samkvæmt þessum skýrslum er það að jafnaði 75% allra kvenstúdenta sem giftast ekki. Af þeim 25% sem giftast eiga börn ekki nema 40%. Það er því óneitanlega kaldhæðnin glettni örlagana sem felst í því að hreyfing sem átti að verða til þess að gera gáfuðu kvenfólki kleift að afla sér aukinnar menntunar skuli hafa orðið til þess að fækka stórlega gáfuðu fólki kvenfólki ekki síðan karlmönnum. Hér hefur í stuttu máli verið gerð grein fyrir því helsta sem einkum veldur kynspellum nú á dögum. Svo geigvænlegar hafa afleiðingar kynspillingarinnar þegar orðið í heiminum, að ekki er að furða þótt menn séu fyrir löngu farnir að brjóta heilanum hvernig hægt sé að verjast henni. Sir Francis Galton, faðir mannkynbótafræðinnar. Það var enski vísindamaðurinn Sir Francis Galton sem fyrstur vakti máls á því. Galton var fæddur árið 1822 og andaðist árið 1911 og hafði verið einn hinn merkasti vísindamaður sína tíðar. Hann var af ágætu vísindamannabergi brotinn. Hann og Charles Darwin voru systrasynir. Á fyrri hluta ævi sinnar lagði Galton einkum stund á veðurfræði og liggja eftir hann margar merkilegar athuganir í þeirri grein. Einnig ferðaðist hann víða heim og kynnti sér menningu og lifnaðarháttu þjóðanna og náttúru landa þeirra. Hann ferðaðist skrifaði hann margar merkar bækur þessi efni, en þegar á leið ævi Galtons snerist hugur hans nær óskiptur að lögmálum arfgenginnar og hagnýting þeirra. Galton nú almennt talinn faðir þeirrar vísindagreinar sem á erlendu máli er kölluð rassenhygiene eða eugenik, en nefnd hefur verið mannkynbótafræði á íslensku. Á undanförnum áratugum hefur mannkynbótafræðin rutt sér mjög til rúms í flestum menningarlöndum heimsins og eru nú kennslustólar í henni við allmarga háskóla Evrópu og Bandaríkja Ameríku.
Árið 1865 hafði austurríski munkurinn Johann Gregor Mendel uppgötvað arfgengislögmál þau sem við hann eru kennd og kölluðu Mendelslögmál. Þessi stórmerkilega uppgötvun féll að vísu í gleymsku 3,5 áratug. Það var ekki fyrr en árið 1900 að Þjóðverjinn Korrens, austurríkismaðurinn Cermak og hollendingurinn De Vries bundu aftur arfgengislögmál Mendels. Er óhætt að segja að þessi endurfundur Mendelslögmála hafi valdið aldahvörfum í líffræði og fleiri greinum náttúrufræðinnar. Einkum höfðu þau stórkostleg áhrif á vöxt og viðgang mannkynbótafræðinnar, svo að þá fyrst komst verulegur skriður á þá fræðigrein. Hugtakið mannkynbætur. Áður en lengra er haldið verður ekki hjá því komist að fara nokkrum orðum hugtakið mannkynbótafræði og verkefni hennar. Sjaldan heyrir maður fáránlegri skoðanir á merkilegu menningarmáli og öllu ósamboðnari þekkingu manna og góðgirnd heldur en þegar hugtakið mannkynbætur berst í tal. Sífellt er reynt að vekja andúð og fyrirlitningu gegn þessum málefni vitgirnislegum dylgjum að mannkynbótafræðingar vilji annars vegar neyða suma menn og konur til þess að eignast börn helst í 100-tali og hins vegar gelda aðra menn í engu smávægilegri stíl. Það er fullreynt að þeir taki ekkert tillit til ástarinnar milli karls og konu sem hingað til hefur grundvöllur hjónabandsins. Þeir láti yfirleitt stjórnast af samskonar tilgangi eins og bóndinn sem leggur stund á að kynbæta gripi sína. Því hefur jafnvel verið haldið fram opinberlega að tilgangur þeirra væri að koma upp mannkynbótabúum líkt og bændur hafa komið sér upp hrossakynbótabúum. Með allar næsta fáránlegu skoðun er það eitt að segja að enginn mannkynbótafræðingur hefur nokkur sem látið sér þær til hugar koma. Það er hins vegar rétt að mannkynbætur og dýrakynbætur byggist á samskonar þekkingu og staðreyndum, það er og lögmálum arfgenginnar. Hvort tveggja mannkynbætur og dýrakynbætur er hagnýting arfgengislögmála Mendels. Hitt liggur vitanlega í hlutarins eðli að framkvæmd mannkynbóta og dýrakynbóta getur aldrei orðið svo sama. Varnir gegn kynspellum. Eins og komið hefur í ljós af því sem að framan er ritað, þá er höfuðorsök kynspillingarinnar í heiminum sú að þeir sem ver eru ættaðir auka kyn sitt örar og meir en þeir sem betur eru ættaðir. Höfuðverkefni mannkynbóta viðleitninnar hlýtur því að verða að stuðla að því að kynbestu mennirnir auki sem mest kyn sitt og að kynverstu mennirnir auki sem minnst kyn sitt eða helst alls ekki. Ábyrgð stjórnvalda gagnvart fjölskyldunum. Hvað fyrra atriði snertir, þá getur ríkið með vitulegri löggjöf stutt að því á margan hátt að kynbestu mennirnir auki sem mest kyn sitt, til dæmis með því að létta svo undir með efnilegum mönnum að þeir geti gift tímanlega og neyðist ekki til þess að takmarka barnfjölda sinn fyrir fátæktar sakir, eins og nú á sér oft stað. Ríkið verður að styðja nægilega þá menn í þjóðfélaginu sem mest var í varið, hjálpa þeim að minnsta óbeinlínis til þess að reisa eigið heimili og til þess að halda fjölskyldu við lýði. Fjölskyldurnar eru frumur þjóðfélagsins og því aðeins getur þjóðarlíkaminn liðið vel að frumum hans líði vel. Mikið hefur brostið á að ríkisstjórnir þjóðanna hafi skilið þetta hlutverk sitt til hlítar. Þær hafa jafnan hugsað fyrst og fremst rétt einstaklingsins, hnirt minna hag og gengi fjölskyldunar eða kynstofnsins í heild sinni. Barátta stjórnvalda gegn fjölskyldum og heill kynstofnsins. Það má svo að orði kveða að stjórnar og yfirvöld þjóðanna hafi ósjaldan barist af alefni gegn fjölskyldunum og heill kynstofnsins og stutt af því að eyðileggja hvort tveggja. Ranglátt launafyrirkomulag og skattalöggjöf átt mikinn þátt í því. Oftast er aðeins það spurt hversu há þau laun eru sem fjölskyldufaðirinn verður að greiða skatt og skyldur af. Hins vegar er að jafnaði ekkert það hirt hver stór sú fjölskylda er sem ætluð að lifa af þessum launum. Og slíkum misfellum sem þessum verða ríkisstjórnir
að ráða bráðarbætur, að velferð fjölskyldunar og heill kynstofnsins á ekki að vera mikilli hættu búin. En þýðingarmesta ráðið til þess að stuðla að því að kynbestu mennirnir auki sem mest kynsitt væri þó eflaust, ef hægt væri að breyta hugsunarhætti manna, vekja hjá þeim almennan áhuga á nauðsyn þessa máls og brýna fyrir þeim skyldur þær sem þeir hafa að gæta gagnvart ætt sínu og afkvæmendum. Sterilization. Til þess að koma í veg fyrir að kynverstu menn þjóðfélagsins, það er að andlegir og líkamlegir aumingjar, geðveikir menn og konur, heyrnar og málleysingar, krónískir drykkjumenn og fleiri, auki kyn sitt, hafa menn fundið upp einfalda og hagkvæma leið, en hún er svo að gera menn ófrjóa, eða sterilisera þá, eins og það er kallað á erlendu máli. Sterilization er fólgin í því að sáðgöng karlmannsins og eggöng konunnar eru skorin sundur, og að sæðið nær ekki fróka eggið. Kynferðishvötin helst jafnt eftir sem áður og yfirleitt hefur sterilization engar óþægilegar afleiðingar í för með sér, hvorki fyrir manni og konu. Það má því ekki blanda þessari aðferð saman við castration eða geldingu. Gelding er fólgin í því að frjókirtlar mannsins eru teknir burtu og það hefur ekki aðeins ófrjósemi mannsins í för með sér, heldur einnig allmiklar truflanir á líkamlegu og sálarlegu ástandi hans. Sterilizationslög í Ameríku og Evrópu. Á síðustu áratugum hafa andlegir og líkamlegir aumingjar verið sterilíseraðir í þúsundatali bæði í Evrópu en þó einkum í Bandaríkjum Ameríku. Árangurinn hefur orðið yfirleitt mjög góður. Fyrsta ríkið sem lögleiddi hjá sér sterilization var ríkið Indiana í Bandaríkjunum. Var það árið 1907. Síðan hefur hvert ríkið á fætur öðru farið að dæmi þess. Árið 1928 höfðu alls 23 af Bandaríkjum Ameríku lögleitt sterilization. Fram til 1. janúar 1930 höfðu alls verið sterilisaðir 10.883 einstaklingar, 5.102 karlmenn, 5.731 konur. Það verður því ekki annað sagt en að þegar hafi fengist mikil reynsla í þessum efnum. Árið 1928 var sterilization lögleidd í Alberta-fylki Kanada. Árið 1929 komist á samskonar lög í Danmörku. Nokkur af fylkjum Svisslands hafa einnig sett sterilization lög. Síðasta ríkið er lögleitt hefur hjá sér sterilization er Þýskaland. Ganga þau í gildi 1. janúar 1934. Markmið sterilizationslagana. Sterilizationslög þau er hér hafa verið minnst á miða öll að því að koma í veg fyrir að fólk með arfgenga sjúkdóma eða sjúkdómshneigðir auki kyn sitt. Til slíkra sjúkdóma og sjúkdómshneigða teljast einkum geðveikir hvers konar, arfgeng flogaveiki, heyrnar og málleysi, arfgeng blinda, stórfelldir arfgengir vanskapnaðir og ennfremur krónísk ofdrykkjufísn. Viðvíkjandi glæpamönnum hafa af vissum ástæðum verið sett sérstök sterilizationslög. Vitanlega er sterilization aldrei framkvæmd nema að undangengnum læknisúrskurði og samþykki hlutaðeigandi sjúklings. Þar sem geðveikt fólk eða pjábjánar eiga í hlut verður að leita samþykkis aðstandanda. Árangur sterilizationslagana. Sterilizationslög þessi hafa ekki aðeins haft stórkostlega kynhreinsandi afleiðingar í för með sér. Þau hafa líka veitt gífurlegum kostnaðarbyrðum af þjóðfélögum. Í öllum menningarlöndum heimsins er varið offjár til uppeldis andlegum og líkamlegum aumingjum og standa þau útgjöld í alveg öfugu hlutfalli við gildi slíkra einstaklinga fyrir þjóðfélagið. Prússneska ríkið greiðir til dæmis árlega 1500 ríkismörk fyrir hvert blint eða heyrnarlaust skólabarn en aðeins 125 ríkismörk fyrir andlega líkamlega heilbrigt skólabarn. Álíka öfugstreymi reikir víðast annars staðar í heiminum. Hér verður ríkisvaldið að taka í taumana. Ef það vill ekki líkjast garðyrkjumönnum sem ekki skilja illgresi frá hinum verðmætari jurtum garðsins. Það er andstætt öllum heilbrigðum hugsanlegt að verja mestu fé til þeirra sem minnst er í varið en minnst til hinna sem mest er í varið.
misskilin mannúð. Enda þótt sterilisation miði að því einu að draga úr mannlegu böli, það hefur þó sett mjög misjöfnum dómum meðal margra. Það eru til þeir menn sem finnst það vera að taka fram fyrir hendurnar á náttúrunni, að gera andlega og líkamlega aumingi ófrjóa. Þeim finnst sterilisation vera ómannúðleg. En þeir menn sem þannig hugsa ættu fyrst að gera sér ljóst hvílíkum ókjörum af eymd og þjáningum þessi olnbogabörn náttúrunnar hafa á valdið, bæði sér og öðrum, að ógleymdum þeim ógrynum fjár sem þau hafa kostað á þjóðfélaginu. Ég skulu nefnt 2 dæmi, gefa nokkra hugmynd þetta. Seint á 18. öld var uppi maður í New Jersey í Ameríku að nafni Kallikak. Hann gat son utan hjónabands við stúlku sem var fábjáni og sonur þeirra var einnig fábjáni. Af 480 afkomendum þessa fábjána sem spurst hefur til voru aðeins 46 eins og fólk flest. 143 voru fábjánar, 3 stórglæpamenn, 24 ofdrykkjumenn og 33 skækjur. Þessi sami Kallikak giftist síðar heilbrigðri og efnilegri stúlku. Þau hafa eignast 496 afkomendur sem allir hafa verið hraustir, bæði til sálar og líkama og reynst nýtir menn í þjóðfélaginu. Árið 1827 andaðist í Ameríku ofdrykkjukona sem haldið hafði illræmt hús. Árið 1902 átti hún 800 afkomendur. 342 þeirra voru ofdrykkjumenn, 127 voru skækjur, 37 höfðu verið dæmdir til dauða. 700 þeirra höfðu verið dæmdir eftir hegningarlögunum. Réttarhöldin yfir þessu fólki hefðu kostað ríkið alls 12 milljónir. Það að hafa endaskipti á öllum sönnum mannúðar hugsjónum, að láta það viðgangast að slíkt fólk sem þetta ávaxist sem önd í mó. Það ekki nóg að hugsa aðeins þá sem eru oss næstir. Það verður líka að hugsa þá sem eru oss fjarstir, þá sem enn eru óbornir. Friedrich Nietzsche segir réttilega á einum stað í ritum sínum eitthvað á þessa leið. Boðorðið þú skalt ekki mann deyða ekki nema barnaskapur samanborið við þá alvöru sem felst í boðorðið því sem predika ber fyrir hinum úrkynjuðu. Þið eigið ekki að eignast afkvæmi. Lífið sjálft þekkir enga samanbyrð, ekkert jafnrétti milli heilbrigðra og veikra hluta einnar lífveru. Það verður að skera í hina síðarnefndu, annars líður lífveran undir lok. Friedrich Nietzsche, der Wille zur Macht. Það gengur glæpi næst að láta það viðgangast að sorin í mannfélaginu hrúi niður andlegum og líkamlegum úrhlökum, ljóta að verða sjálfum sér til angurs og armæðu og þjóðfélaginu til stórar byrði. Það hægt að koma í veg fyrir slíkt og það skylda ríkisins að gera það. Hér ekki rúm til þess að ræða þetta mál ítarlegar, en af því sem að framan ritað hefur mönnum vonandi orðið ljóst, hvílíkt alvöru mál hér á ferðum. Augustreymið í mannfjölgun vorra tíma er einhver mesta hættan sem nú vofir yfir þjóðunum. Eins og nú standa sakir þá menning vor að deyja út, af því að menningarberanir eru að deyja út. Endalok hins vestræna heims, sem svo mikið hefur verið rætt og ritað á undanförnum árum, eru óhjákvæmileg. Ef mannkynbóta viðleitni vorra tíma tekst ekki að koma á gagngerri stefnubreytingu. Eftirmáli, ritgerð þessi til orðin og samnefndu erindi ég hafði fyrirhugað að flytja í útvarpið. Meirihluti útvarpsráðsins, þeir Helgi Hjörvar, formaður, Guðjón Guðjónsson og Jón Eyþórsson synjuðu mér flutning erindisins. Til þess lágu orsakir, pólitísk hlutdrægni og fáviska meirihlutans. Ástæður voru engar til fyrir því. Í öðru hefti birtast mun síðar verður rætt kynspillingu og varnir gegn henni frá sjónarmiði Íslendinga.
Eiður Sigurðsson: Hvar?